Davíð Oddsson segir gott að standa upp úr forsætisráðherrastólnum með þá vissu að sátt sé í ríkisstjórninni. Kennarasambandi segir að það auki líkur á verkfalli, skipuleggi fyrirtæki gæslu fyrir börn starfsmanna á skólatíma, það sé verkfallsbrot. Stangveiði hér á landi skilar 8 til 9 milljörðum króna í þjóðarbúið beint og óbeint. Veiðarnar skapa 1000 störf. Hrina árása hefur verið í Írak síðustu daga og nokkur hundruð liggja í valnum. Og útlit fyrir góða kornuppskeru. Sunnlenskir bændur kepptust við að skera korn í sólskininu í dag. Gott kvöld. Davíð Oddsson segir eftirsjá víkja fyrir miklu þakklæti fyrir þau 13 ár sem hann hefur gegnt embætti forsætisráðherra. Hann segir gott að geta farið úr stjórnarráðinu með þá tilfinningu að góð sátt sé innan ríkisstjórnarinnar. Halldór Ásgrímsson segir það styrkja ríkisstjórnina að hafa Davíð áfram innanborðs. Bryndís Hólm. Það voru merk tímamóti í stjórnarráðinu í dag þegar Davíð Oddsson stýrði sínum síðasta ríkisstjórnarfundi sem forsætisráðherra, en hann lætur af embættinu á morgun og sest þá í stól utanríkisráðherra og Halldór Ásgrímsson sem gegnt hefur embætti utanríkisráðherra í 9 ár tekur við lyklavöldum í stjórnarráðinu. Davíð sagði að fundurinn hefði verið skemmtilegur og andinn góður. Hann sagði vissulega eftirsjá úr forsætisráðuneytinu en hún viki fyrir miklu þakklæti fyrir þau 13 ár sem hann hefði verið forsætisráðherra. Hann sagðist ánægður og sáttur við umskiptin. Það er auðvitað kátt að eftir þennan langa tíma geta lokið störfum af þessu tagi með þá tilfinningu að það sé sterk og góð sátt og samstarfsvilji innan ríkisstjórnar. Oftast er það nú svo þegar forsætisráðherra er að fara þá er allt önnur stjórn að taka við og hann svona fer svona með pokan á öxlinni. Davíð taldi að það yrði einfalt og eðlilegt fyrir sig að starfa undir Halldóri Ásgrímssyni og sagði brýnt að nýr forsætisráðherra sýndi festu, stöðugleika og sanngirni og leyfði ríkisstjórnarflokkunum að takast á þar sem þeir væru ólíkir. Davíð sagði ómögulegt á þessari stundu að nefna einhverja hápunta á forsætisráðherraferli sínum en minntist á að fjölmiðlamálið hefði verið erfitt. Og það má ekki gleyma því að mér hefur verið sýnd mikil þolinmæði. Ég er ekkert endilega auðveldur maður í Lund og ég hafi snarlagast á síðust árum. Þá hafa ríkisstjórnina bæði þessi og svo sem að áður var oft sýnt mér heilmikið umburðarlyndi. Ég hef átt til að rjúka upp og svona, en eins og ég segi, það er miklu sjaldnar. Mér segja blaðamenn hefur lent í því. Það getur ímyndað hvað er gaman að geta hætt í svona starfi í góðu skapi og ánægður, sko. Það er alveg rosalega fínt. En þú ert mjög sáttur? Ég er afar sáttur. Ég vildi vera aðeins öflugri, heldur en ég er, sko, en það kemur. Halldór Ásgrímsson sagðist líta þessi tímamót mjög björtum augum og ekki kvíða því að hafa sinn fyrrverandi yfirmann sem sinn undirmann, en þeir munu báðir halda áfram að leysa hvorn annan af. Við höfum starfað mjög vel saman í þessi 9 ár, eða rúmu 9 ár og ég er viss að við munum gera það áfram. Ég hefði talið það slæmt ef að Davíð Oddsson hefði farið úr ríkisstjórninni. Ég tel að það styrki hana mjög mikið að hann verði áfram. Og ég hlusta ekkert á þær kenningar að fyrirverandi forsætisráðherra geti ekki tekið að sér annað hlutverk í ríkisstjórn. Og við þessi tímamót var að sjálfsögðu við hæfi að taka fjölskyldumynd af Davíð og starfsfólki hans í forsætisráðuneytinu. Ákvörðun Davíðs Oddssonar að selja Björgólfi Guðmundssyni og samstarfsmönnum hans ráðandi hluti í Landsbankanum er eins og örlagaríkasta sem hann hefur tekið á stjórnmálaferli sínum. Þetta er meðal þess sem fram kemur í ritverkinu Forsætisráðherrar Íslands. Davíð tók við fyrsta eintakinu í Þjóðmenningarhúsinu í dag. Bryndís Hólm. Ritverkið Forsætisráðherrar Íslands, Ráðherrar Íslands og Forsætisráðherrar í 100 ár er gefið út í tilefni af 100 ára afmæli stjórnarráðsins en frá því stjórnarráðið var stofnað 1. febrúar 1904 hafa 24 menn gegnt embætti forsætisráðherra og áður ráðherra Íslands. 24 höfundar voru fengnir til þess að fjalla hvern ráðherranna í stuttum og aðgengilegum köflum. Höfundar leituðust við að fjalla bakgrunn viðkomandi einstaklinga, persónueinkenni og hugsjónir og ekki síst sérstöðu þeirra sem stjórnmálamanna. Kaflarnir eru misjafnlega langir en í ritinu er reynt að varpa ljósi á það hvaða áhrif mennirnir 24 hafa haft á þróun landsins.
Meðal annars greint frá helstu baráttumálum ráðherranna og frá átökum og helstu sviptingum í ráðherratíð þeirra. Júlíus Hafstein, formaður ritnefndar verksins, afhendi Davíð Oddssyni forsætisráðherra fyrsta eintækið í Þjóðmenningarhúsinu í dag, en ritstjóri verksins segir mikla ánægju með útkomuna. Þetta mjög aðgengileg, skemmtileg bók, aflestrar og ég held að fólki muni finnast þetta mjög áhugavert að kynna sér sögu þessara 24 einstaklinga sem hafa gegnt embætti forsætisráðherra eða ráðherra Íslands í þessi 100 ár og það nú þannig að suma þeirra vitum við mörg hver ekki kannski margt en þarna þetta allt saman mjög aðgengilegt og skemmtilegt. Í tilefni af útkomu bókarinnar afhenti Davíð Oddsson, forstöðumanni Listasafns Íslands, málverk eftir Þórarin B. Þorláksson til varðveislu af Friðriki VIII Danakonungi og Hannesi Hafstein ráðherra, en á málverkinu ríða þeir saman upp kambana. Sínum síðasta ríkisstjórnarfundi í dag sem forsætisráðherra 960 ríkisstjórnarfundir hafa verið haldnir í rúmlega 13 ára forsætisráðherra tíð hans. Allt að 80 manns mistu lífið í nokkrum árásum í Írak í dag. Þetta einn blóðugasti dagurinn í landinu frá því að lýst var yfir að stríðinu væri lokið. Forstjóri Íslandspósts hætti störfum í dag. Hann ætlar að stofna nýtt póstdreifingarfyrirtæki með útgáfufélagi Fréttablaðsins og DV. Til skoðunar að reisa 60 metra háa þríburaturna í miðbæ Akureyrar sem myndu setja sterkan svip á bæinn. Formaður KÍ segir að fleiri en Íslandsbanki og Sjó á almennar geti hugsað í krónum og aurum og hótar fyrirtækjunum hörðum viðbrögðum vegna áforma heilsuskóla í kennaraverkfalli. 40% íslenskra karlmanna á aldrinum 45 til 75 ára eiga við risvandamál að stríða. Gott kvöld, nú hefjast fréttir og kastljósið þriðjudaginn 14. september. Davíð Oddsson, forsætisráðherra, lauk síðasta starfsdegi sínum í forsætisráðuneytinu í dag eftir samfellt 13 ár og 4 mánuði í embætti. Ríkisstjórnarfundurinn í morgun var númer 960 í röðun á þeim langa tíma sem Davíð Oddsson hefur verið forsætisráðherra. Hann hefur gegnt í embætti 3 árum og 2 mánuðum lengur en sá forsætisráðherra sem næst lengst hefur setið, Hermann Jónasson. Og það var óvenjulegt í morgun að heyra lófatak fram á gang af ríkisstjórnarfundi sem afar sjaldgæft. Nei, það var nú ekki gert. Ég lagði til að við klöppum bara fyrir ríkisstjórninni í heild. Þannig það var ekkert spes klapp fyrir mig. Davíð Oddsson var forsætisráðherra vorið 1991 en þá mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur ríkisstjórn. Eftir kosningarnar 1995 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn ríkisstjórn undir forsæti Davíðs. 4 árum síðar, 1999 eftir kosningar, mynduðu þessi flokkar ríkisstjórn á ný. Og nú síðast í fyrravor gengu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur til ríkisstjórnarsamstarfs og þá leið var tilkynnt að Halldór Ásgrímsson myndi taka við embætti forsætisráðherra á morgun 15. september. Það hefur sjálfsagt stundum verið þannig að menn að velt fyrir sér í báðum flokkum hvort þetta væri samstarf til frambúðar. Ég skal ekki það segja. Það hafa verið kosningar og menn hafa velt hlutu fyrir sér og gengið óbundið til kosninga. Þetta var þetta fjölmiðla mál mjög erfitt, frumvarpið mjög erfitt. Ég hafði aldrei á tilfinninguna eins og sumir höfðu að stjórnin væri að springa út af því máli. Ég held að hvorugur flokkana hefði viljað að svoleiðis máli yrði til stjórnarslita, það væri ekki að þeirri stærðargráðu. En það ómögulegt fyrir þig núna að nefna hápunktana þessum 13 ára ferli? Já, ég held að það sé ómögulegt fyrir mig. Ég ekki fann eiginlega að meta það og svo kannski á ég nú ekki að vera að meta það. Það líka þannig að þegar verður að meta afrek eða afglöp stjórnmálamanns sem hefur verið mjög öflugur eða sterkur, að þá það samt að hann hefur ekki verið einn af þessu öllu saman. Þetta svo margir sem koma að þessu, ekki bara ráðherrar heldur embættismenn og hvar fæðast hugmyndirnar, hvernig verður þetta til og svo kannski einu manni sem í sviðsljósinu eigna þetta annarkvort til hróss eða til hallmælis, en oftast það hvoru tveggja ofsagt. Sif Friðleifsdóttir satt sinn síðasta ríkisstjórnarfund í bili að minnsta kosti en Sigríður Anna Þórðardóttir tekur við embætti umhverfisráðherra á ríkisráðsfundi á morgun. Halldór Ásgrímsson, verðandi forsætisráðherra, kvíðir því ekki að Davíð verði áfram í ríkisstjórninni. Davíð Oddsson verður að sjálfsögðu áfram í forystu íslenskra stjórnmála sem formaður stærsta stjórnmálaflokksins í landinu með gífurlega reynslu og það mikill styrkur fyrir ríkisstjórnina og mig líka að hafa hann með. Þetta ekki eins og ég sé að láta eitthvað bú í hendina á öðrum jörðu eða þess áttar sem ég hef átt. Ég hef aldrei átt sætið við endan á borðinu.
ég fengi að sitja þar óvenjulega lengi og þannig að það stressar mig ekki. Víst að skiptin þýða miklar breytingar í forsætisráðuneytinu en nokkrir starfsmenn fylgja Davíð í utanríkisráðuneytið og Ólafur Davíðsson ráðuneytisstjóri verður sendiherra 1. nóvember. Halldór hefur ekki ákveðið hver verður næsti ráðuneytisstjóri, nokkrir fylgja honum úr utanríkisráðuneytinu og Jón Sveinsson verður formaður framkvæmdanefndar einkavæðingu. Forseti Slóveníu bauð Davíð fyrir löngu í vinnuheimsókn til sín og hann fer utan í 10 daga heimsókn í næstu viku. Hann hringdi til mín þegar vildi ræða þetta og þá var hún sagt að ég ferði á sjúkrahús og búið að taka úr mig nýrað og þá horfði hann á almanakið á borðinu sínu og það var upp á dag 5 ár síðan hann hefði lent í þessu sama. En varnarmálin eru brýnustu verkefni nýs utanríkisráðherra. Síðast þegar ég talaði við Colin Powell í síma þá ég sagði hann við hann væri alltaf fyrir haus í mörgum vandamálum. Hann sagðist nú alltaf hafa tíma fyrir mig, var nú svo huggulegur en sagði láttu þið batna og kláraði það og svo hittist þau og kláruðu málin. Þannig að hann lenti í krabbameini í blöðruhálskirtli, þannig hann skilur þetta. Þetta voru aðskoti veikir gamlir menn alls staðar. Davíð þarf samt sem áður að byrja rólega í nýja ráðuneytinu að læknisráði. Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, tekur til dæmis að sér verkefni utanríkisráðherra hjá allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. En Davíð þarf að leggjast inn á spítala í október í eftirmeðferð sem þeir sem mist hafa skjaldkirtil þurfa að ganga í gegnum og færa þá geislavirkt jóð. Þá ég geymdur í 2 til 3 daga í einangruðu klefa á Landspítalanum. Ég var svo geislavirkur og fæði svo næstu 5 daga þar og eftir ekki að sofa í sama herbergi og konan mín. Þannig þetta er svona framöndar. En ég held að þetta verði bara októbermánuður sem að ég verði aðeins slappari fyrir vikið, svo mun ég halda áfram að nýjarleika safna styrk. Davíð kveður forsætisráðuneytið með eftirsjá og segir starfið hafi verið gott, oftast nær. Og það má ekki gleyma því að mér hefur verið sýnd mikil þolinmæði. Ég er ekkert endilega auðveldur maður í Lund og ég hafi snarlagast á síðust árum. Þá hafa ríkisstjórnina bæði þessi og svo sem að áður var oft sýnt mér heilmikið umburðarlyndi. Ég hef átt til að rjúka upp og svona, en eins og ég segi, það er miklu sjaldnar. Mér segja blaðamenn hefur lent í því. Nei, þetta er ígjut af því. Þetta er ígjut. Ég er nú í góðu skapinu og þess er við þetta. Já, það er ekki ímyndum hvað er gaman að geta hægt í svona starfi í góðu skapi og ánæður, sko. Þá til útlanda það. Bókin Forsætisráðherrar Íslands kom út í dag. Hún var afhent í Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík og er síðasti viðburðurinn sem efnt er til vegna aldarafmælis heimastjórnarinnar. Í bókinni er sagt frá þeim 24 mönnum sem gegnt hafa embætti Íslandsráðherra og forsætisráðherra. Davíð Oddsson tók við fyrsta eintak bókarinnar. Ég man eftir 1986, 200 ára afmæli borgarinnar, þá var gefið út borgarfulltrúatal. Það seldist á frjálsum markaði í 3 eintökum. Ég hef fulla trú á því að þessi bók mun nú seljast í fleiri eintökum heldur en 3. Þessi bók er held ég svona aðgengileg fyrir allan almenning. Það var nú það sem lagt var upp með að þetta er ekki svona þungt fræðirit, heldur rit með stuttum aðgengilegum köflum skrifaðan fyrir venjulegt fólk. Og þarna eru kaflar ráðherrana, margir þeirra af þessum 24 þótt ótrúlegt með virðast kannski vita menn frekar lítið og svo eru nýjar upplýsingar aðra sem ekki hafa komið fram áður, skemmtileg til dæmis ummæli Geirs Hallgrímssonar Davíð Oddsson sem þá var að byrja sem borgarstjóri sem ekki hafa komið fram áður og svo er það sem er kannski svona stærsti kostur við bókina því að mér finnst að varpa svolítið ljósi á þetta embætti. Og þá afhendi ríkisstjórnin Listasafni Íslands málverk eftir Þórarinn B. Þorláksson að Friðriki 8. konungi og Hannesi Hafstein, fyrsta Íslandsráðherranum. Akureyringar